Samgöngusamningar eru samningar sem stofnanir og fyrirtæki geta gert við sitt starfsfólk tiltekna greiðslu á mánuði gegn því að fólk skuldbindi sig til vistvæns samgöngumáta til og frá vinnu. Háskólinn á Akureyri tekur nú þátt í verkefninu sem hluta af umhverfisstefnu skólans. Við byrjum á þessu í maí, við erum búin að stefna því núna töluvert lengi að taka þetta upp og náðum því í maí og stefnum á þaðan á góðri þátttöku fólks frá og með næsta skólaári því að fólk gerir samning núna tímabundið og þarf svo að gera samning aftur fyrir hvert skólaár. Það er von okkar að fólk munum nýta þetta til bæði verndunar umhverfinu, ekki síður til heilsusamlegs lífstíls og ganga til og frá vinnu eða nota rafmagnsbifreiðar eða nota aðrar samgöngumáta sem teljast vistvænar eins og almenningssamgöngur eða að vera sameiginlega í bíl. Það er bæði ávinningur í þessu fjárhagslegur og þá heilsusamlegur. Já, ég myndi nú segja árangurinn og það sem fólk fær út úr þessu er vissulega að einhverju leyti tengt við fjármuni. Það er að segja að þú fær greiðslu á hverju mánuði 90.000 á ári og samkvæmt skattalögum og þá eru þær 90.000 krónur utan skattskyldra tekna. Þannig að það er vissulega ákveðin hvati en ég held nú að stærsti hvatinn sé að taka þátt í betra samfélagi, taka þátt í því verkefni okkar að berjast við loftslagsbreytingar þó að hver og einn eins og alltaf munir kannski ekki að þá er það hópurinn í heild sinni sem að munar en ekki kannski bara síst til heilsusamlegri lífstíls sem á endanum gagnast stofnunum jafn mikið eins og starfsfólkinu sjálfu. Þetta er allt í tengslu við umhverfisstefnu skólans. Ertu til að segja okkur aðeins frá henni? Já, á heildina litið þá hefur Háskólinn á Akureyri sett sér það markmið að vera kolefnishlutlaus. Það þýðir að fyrir alla þá mengun sem við látum frá okkar kolefnisfótspor, að þá munum við vinna á móti því með plöntun trjáa eða með því að draga hreinlega úr ferðalögum, draga úr þeirri mengun sem við völdum. Þannig að sem opinber stofnun og sem háskólastofnun sem að tekur þátt í alþjóðlegu fræðasamstarfi, að þá lítum við svo á að það sé okkur afskaplega mikilvægt að sýna forystuhlutverk í þessum málaflokki. Að ganga fram fyrir skjöldu og sýna að það er hægt að gera ýmislegt. Og við höfum í gegnum tíðina einbeitt okkur mjög svo á því að skólinn sé umhverfisvænn. Við erum með grænfanan svokallað, viðurkenningu á því hvernig við vinnum okkar störf. Við höfum tekið upp bílastæðakerfi vistorku, þannig að fólk getur hér mætt á rafmagnsbíl í vinnuna eða öðrum vistvænum ökutækjum og hlaði bílinn sínum meðan það er í starfi. Og allir þessi þættir samankomnir gera það verkum að smátt og smátt okkur að takast að ná þessu markmið okkar að verða kolefnishlutlaus skóli. Stefnan er sett á að ná því markmið 2020, er það rétt? Það er hálfleitt markmið 2020 en við teljum að við getum náð því með samstilltu átaki og sérstaklega ljósið þess að skólinn hefur aðgengi að vekjustöðum sem er land í Hnossgötudal, þar sem við getum stundað skógrækt og er stór skógur sem að skólinn hefur til umráða sem að reiknast inn í okkar útreikninga hvað varðar kolefnisfótsporið. Núna stefnið þið að því að vera leiðandi skóli. Eru einhverja frekari leiðir sem eru á teikniborðinu hjá okkur? Nei, við getum sagt að ef við náum þessu markmið okkar að nýta samgöngusamningana til fulls og að starfsfólk fari til og frá vinnu með þessum hætti, umhverfisvænum hætti, með því að planta trjám fyrir þá notkun sem að verður á jarðefnaeldsneyti þegar við erum að ferðast til og frá Reykjavíkur og svo framvegis. Að þá séum við búin að ná megin stoðunum í því að vega upp á móti menguninni. Það verður þó að viðurkennast að það er eitt í viðbót sem við getum gert en við þurfum samvinnu aðila annars staðar til að ná því markmiði. Og það er hreinlega að fækka ferðunum í staðinn fyrir að planta trjám fyrir það ferðir sem við förum. Og ég til dæmis sem rektor gæti tekið mun meiri og fleiri fjarfundi heldur en ég geri í dag og fer allt og oft suður yfir heiðar til þess að sinna fundum og slíkum störfum. Þannig að með því að nýta okkur tæknina sem við erum mjög góði í tengslum við okkar sveigjanlega nám, það er að segja okkar fjarnám, að með því að nýta tæknina þá gætum við náð þessum árangri enn frekar ef okkur tekst í samstarfi við aðrar stofnanir sunnan heiða að byggja upp sterka menningu í kringum fjarfundi. Nú er stefnan líka að vera leiðandi í þessum málum. Hvernig metur þú vitundarvakningu í samfélaginu gagnvart þessum aðgerðum sem þið eru að ráðast í hvað varðar umhverfið?
Ég held að vitundavakningin sé sko að verða meira og meira í þá veru að fólk gerir sér grein fyrir því að þetta þarf að gerast, en það er ekki alveg búið að sjá hvernig þetta tengist hverjum og einum og hvað það sem hver og einn getur gert til þess að stuðla að heilbrigðari lífsstíl gagnvart sjálfum sér og betri lífsstíl gagnvart umhverfinu okkar. Þar er kannski stærsta verkefni framöndan að fólk ná að tengja saman og það er bara verkefni fyrir mig sjálfan. Nú ætla ég að skrifa undir samgöngusamning fyrir næsta skólaár. Það þýðir að ég þarf að breyta mínum lífsstíl aðeins. Ég þarf að skipuleggja betur hvernig ég ætla að stunda fundi þegar ég mæti á svæði og þarf kannski að funda utan háskólasvæðisins. Ég þarf að skipuleggja betur hvernig ég fer í vinnu og úr vinnu. Þannig að þetta þýðir breytingu á mínum lífsstíl. En hún er ekkert stórvægileg. En hún þarf samt að gerast. Og það er það sem að stærsta vitundavakningin er. Hvað eru við sem einstaklingar tilbúin að gera til að taka þátt í þessu? Hins vegar held ég að þegar við erum byrjuð og þá sjáum við hvað þetta er auðvelt og sjálfsagt.